Komið þið sælir, áhorfendur góðir og velkomnir í föstudags þátt N4 sem helgar þáttur stöðvarinnar. Við komum að venju víða við í þættinum og kynnum viðmælendur okkar bara inn jafnóðum og þeir koma hingað í sófann. En það stundu sagt að það sé gott að eiga góðan bakhjarl. Hollvinasamtök Sjúkrahússins á Akureyri hljóta að teljast til góðs bakhjarls. Formaður samtakanna Jóhannes Gunnar Bjarnason. Já, Jóhannes, það ekki, það gott að eiga góðan bakhjarl. Jú, ég held að í þessu tilfelli sé það nú bara lífsnauðsynlegt vegna þess að okkar góða sjúkrahús hér á Akureyri, það væri ekki þeim tækjum búið sem það í dag ef ekki hefði í gegnum áratugina verið bakhjarlar, það heldur en við líka, sem að styrkja við starfsemina og hjálpa til við tækjakaup. En Hollvinasamtökin, þetta nú ekki svo sem gömul samtök ef ég veit rétt, hversu stór samtök þetta? Nei, Hollvinasamtökin voru stofnuð 13. desember 2013, þau eru 30 ára gömul, rúmlega. Samtökin orðið mjög stór, það eru 3000 meðlimir í samtökunum sem náttúrulega bara langt yfir okkar væntingum þegar við byrjuðum starfið. En að samanskapi að vegna fjölda meðlima þá slagkraftur okkar meiri fyrir vikið. Þegar ég var að undirbúa viðtali þá googlaði ég Hollvinasamtökin, þá kom bara á tölvuskjáin bara langur listi bara þið eru alltaf þið hafið afhent margar stórgjafirnar. Já, það hefur gengið ótrúlega vel og velvilji bæjarbúa, fyrirtækja, félagasamtaka hefur í raun verið alveg ótrúlegur og fjársöfnun hefur gengið framar öllum vonum. Það má segja að á þessum tíma sem að við höfum starfað að þá erum við að halla í 300 milljónir það sem við höfum lagt til tækjakaupa á sjúkrahúsið sem þriðjungur allra tækjakaupa á sjúkrahúsinu. Og burtséð frá því sem við erum sjálf að gera og biðja og óska eftir, þá eru bara svo margir sem koma að eigin frumkvæði að hinum ýmsu ástæðum og vilja styrkja samtökin til góðra verka. Dæmi það þegar einhver kemur til ykkar og vill styrkja samtökin og þá sjúkrahúsið. Dæmi skemmtilega heimsókn sem að þú getur sagt frá. Það að mörg að taka og það allt frá því að vera hádramatískt og svo líka bara svona óskup einfalt eins og að fullorðin kona stöðva mig á förnum vegi og segja mér að þau hjónin hafa ákveðið að styrkja okkur 500.000 vegna þess að þau hafa fengið góða þjónustu á sjúkrahúsinu vegna veikinda. Ég hef líka verið hvattur inn á sjúkrahús til mannesku sem var fárveik en vildi áður en hún fór styrkja samtökin og gerði það svo sannarlega og hvatti skömmu síðar, svo ég nefni dæmi. En ég geti nefnt fjölmörg önnur dæmi, allt frá því að vera í heita pottinum í sundlauginni. Einu sinni fekk ég nú þá hugmynd þegar ég var að aka hér eftir götum bæjarins og sá að ég lenti á eftir Akureyringi sem ég veit á mikið af öðrum að mér datt í huga eldan og ég eldan þangað til hann stoppaði og sagði við hann að það biði hans reikningur niður í húsgagnahöll því að hann þetta kaupa dágóðan slatta af stólum sem þyrfti að endurnýja og það datt náttúrulega andlitið á manninum og hann sagði bara já, þetta svona dæmi bara. En ég veit það í raun og veru að það stór gjöf framöndan og þið eru það svona að brjóta 300 milljóna múrin. Við erum að fara að afhenda okkar stærstu gjöf stemmi sumar, vonandi í júní og það tæki og gjöf sem við erum ákaflega stolt af í raun og veru þó auðvitað vissulega við séum stolt af öllu sem en við ætlum sérst að kaupa gjörgæslu einingu svokallega ferðafóstru í sjúkraflugið. Ferðafóstra eða gjörgæslueining sérstaklega ætluð fyrir
nýbura sem fæðast mikið veikir og þetta í raun hitakassi með öndunavél og öðrum þeim tækjum, mónitorum og öðrum sem fylgir með sem við ætlum að og erum að það í raun og veru að vera að panta. Þetta í því ferli núna og við sjáum fyrir endan á söfnunni, við eigum fyrir þessu og við þegar byrjuð að undirbúa næsta mál því að Kristnesspítali sem hluti af sjúkrahúsinu á afmæli, stórt afmæli á þessu ári og við ætlum að afhenda þeim mjög veglega gjöf líka á þessu ári. Ég spyr nú bara eins og fávís með þessa stóru gjöf, var þetta ekki til? Þetta var til svona, sko það til eitt svona fullkomið tæki á Landspítalanum sem hægt að ná í. Sjúkraflugvélin hefur stundum flogið til Reykjavík og sótt tækið, farið til Ísafjarðar og svo framvegis. Við viljum hafa þetta hérna hjá okkur til að geta tryggt okkar og náttúrulega öðrum öryggi sem að þurfa að nota þessi tæki. Þetta var til hér 40 ára gamalt unit samsett úr hinu og þessu sem var bæði erfitt að nota, erfitt að koma inn í sjúkraflugvélina og bara ekki viðunandi ástand að búa við þetta. Og þetta ykkar sem sagt, verðmætasta gjöf, segir við? Já, sko, kostnaðaráætlunin náttúrulega liggur hérna á þessu bili, 24,5 og upp í 30 miljónir. Við vitum ekki alveg endanlega hvað læknarnir, ráða læknarnir hvað velja mikið af viðbóta tækjum við gjörgæsluna, þessa einingu. Við borgum bara það sem fyrir okkur lagt. Þetta stærsta gjöfin hingað til. Við höfum gefið gjafir sem hafa verið á 3 milljóna eins og til dæmis þegar við gáum sjúkrarúmin sem nú svona flest rúma á sjúkrahúsinu frá okkur. Við erum nýlega búin að gefa til dæmis ný rúmin á geðdeildina, fullkomin öryggisrúm þangað sem bættust við þau á 3 rúma sem við gáum hann í upphafi sem var fyrsta gjöf samtakana. Það kostaði á 3 milljóna en það slæðir ekki út ferðarfóstruna. Og allt bara klárt, það til peningur inn á heftinu? Já, hann verður það þegar árgjöldin verða komin það næstu mánaðamót en söfnun hefur gengið lygilega vel og velvilji og hlýhugur bæjarbúa, fyrirtækja, félagasamtaka, það fær mann til að trúa að maður búi bara í býsna góðu samfélagi. Jónas, þú hlýtur oft á tíðum að leggjast á koddann að kvöldidags ansið sáttur. Já, ég get alveg heiðarlega viðurkennt það. Auðvitað fylgir þessu mikil vinna oft á tíðum og áreiti en þegar þú ert búin að fá það staðfest að þetta starf hafi bjargað mannslífum, þú ferð ekki fram á neitt mikið meira í þessu jarðlífi heldur en að geta komið þannig til meðbræðurum til hjálpar. Jóhannes Gunnar Bjarnason, þakka þér fyrir komuna hingað í föstudagsþáttinn og gangi ykkur áfram vel og til hamingju með þetta allt saman. Ja. Og þessu næst hér rétt á eftir ætlum við að ræða Alzheimer sjúkdóminn.